Hæ, herru, nú vil ég fjalla annan kafla. Það sést menning og fjalla þessu menningu af hverju menningu er og svona huglæg og hlutlæg og svo fara út í hnattvæðinguna og menningarkima og menningarnám og svoleiðis og svo stöður, hlutverk og hópa og annars. Herru, þetta dýr, mannveran, við kunnum ekki neitt. Við fæðumst bara useless. Ég er með, 6 mánaða núna, 3. strákurinn minn, og hann kann ekki að sitja. Jú, hann er að læra að sitja en svo svona dettur hann niður og hann getur ekki staðið upp aftur, skilur. Hann kann ekki að tala. Hann kann ekki alveg að borða heldur, þannig ég er að setja graut upp í hann. Þá þurf ég að svona gera eitthvað þannig að hann fara að hlæja og opna munninn og setja skeiðina upp í hann og svo býð ég þannig að hann finnst þetta ekki lengur fyndið og lokar hann munninum og þá dreigir svona út og þá er grautinn fastur upp í hann og þannig kann ekki að borða idiot. En við þurfum að læra að labba, við þurfum að læra að tala, við þurfum að læra að gera alla hluti sem þarf að gera. Þannig að eðliskvötin sem við höfum er rosalega takmörkuð. Þannig að við lærum allt. Sko. Ég hef séð vídeo af svona geitamömmu, hvað kallar geitamömmur? Allana, hann eignast kyllinga, 4 eða 5 og sérst, þetta er einhver 20 mínútna vídeo og eftir korter það er fyrsti kyllingur sem fæðist farin að labba og farin að sjúga brjóstinu, skilju og og svo eru þið bara búin eftir sumar og kunna allt, skilju. Við kunnum ekki neitt, það er ekkert sem er bara svona náttúrulega í okkur, eða mjög takmarkað. Mjög lítið. Þannig að menning er það sem við höfum til að læra hluti, skilur. Þannig að við þurfum að komast að okkur svæði, skilur. Við þurfum að vita hvernig árstíðirnar eru og hvernig, hvað er þetta að borða og hvað þurfum að passa okkur á og býtur þetta dýr mig eða er þetta ber eitrað eða eitthvað, whatever, skilur. Þannig að við lærum að komast af okkur svona svæði, sko. Og þau sem lifa af og komast að þau eru búin að safna saman eitthvað svona þekkingu sem er menningin, pakkinn og það er bara, ok, og svo eignast þau börn, skilur og þau alveg, já, gjörðu svo vel fá þér menningu og þú þarft þetta til að komast af og börnin alveg, taka við menningunum, læra og svona og fara að gera alls konar hluti og svona fara að laga menninguna, hann er bara, hvað var pappa að pæla með þessu og kasta þessu út og laga menninguna til og svona og svo eignast þau börn og já, gjörðu svo vel, ég er búin að laga menninguna sem að aðeinn gerði, eða ammæinn, gjörðu svo vel og þá, svo heldur þetta áfram, skilur. Þannig að menning er allt sem við höfum til að komast af og allt sem við kunnum og svona, þannig að með að geta safnað þessari þekkingu og þessum hæfileika er það sem gerir mannskepnun svo ótrúlega. Ég meina, við erum ekkert með góða klæra, tennur eða við heyrum ekkert voðalega vel eða sjáum neitt eitthvað brjálæðislega vel eða neitt sérstaklega góð lykt og eitthvað svona, við erum ekkert rosalega sterk. Við höfum eiginlega ekkert en við getum lært svo mikið, skilur við. Hversu mikið getur hundur lært og hann er miklu betra lyktarskyn og heyrir miklu betur og eitthvað svona væntanlega betri tennur, ég veit ekki, ég hef aldrei átt hund. En skilur, við förum frá því að kunni ekki neitt og við getum lært að tortíma heiminu með kjarnorkusprengju, skilur við. Það er svolítið magnað transition frá því að vera gagnslaust við fæðingu yfir að geta tortímt heiminum, ef við vildum. En skilur, það er menning, það er okkar hæfileiki, sko. Já, það er efnisleg menning og huglæg menning. Efnisleg menning er til dæmis, maturinn sem við borðum, fötin sem við klæðumst, húsin sem við búum í og svona dót, skilur. Íslenskt nammi er efnisleg menning sem er mjög sérstök út í að það virðist flest öllum öðrum þjóðum íslenskt nammi vera vont. Sorry, þetta bara, allir íslensku matur. Allana,
Þetta efnislega menning, sko. Við erum með sérstök hús út í að við erum alltaf í jarðskjálftum og í rúki og rigningu og viðbjóði, skilur, leiðilegt. Þannig að þess vegna eru við með sérstök hús sem eru efnislega menning. Huglæg menning er meira svona tungumálið, hugmyndir, listir, attitude og svo framvegis. Klassískt íslenskt huglæg menning. Það er tvö orð til dæmis eins og nennus ekki. Það er eitthvað svona ég á að gera eitthvað, ég get gert það en ég ætla bara ekki að gera ég bara nennus ekki. Og svo þetta reddast. Ég er ekki búinn að gera það sem ég þarf að gera til þess að þetta virki, en ég meina, whatever maður. Sjáum bara hvernig fer, skilur. Þetta reddast. það er huglæg menning, skilur. Já, ég hef búin að leta tungumál á þetta. Jæja. Eins og sé, sko, þetta er mjög praktískt menningar, þannig að við höfum menninguna er ólíka á hverju svæði til þess að passa við það svæði. Það er til dæmis bloggari sem finnst þetta skemmtilega sem er með 112 íslensk orði vind. Óþarflega mikið af orðum vind finnst mér, sérstaklega eftir að koma metrar á sekúndu. En það var mikill vindur á Íslandi, þannig við þurftum að hafa ólík orð, skilur. Þannig að er vindur eða er stormur, skilur. Er hávaða rok, er hvæsingur eða whatever, sko. Svo aðrir, aðra þjóðir sem að hafa, færri orðum vind út í það er brókslega lítill vindur. Hvað ætli sé mörg orð á frönsku vind? Hversu mikill vindur getur verið þar? Ég ætla ekki í Belgíu, þú tala frönsku þar. Það er engin vindur í Belgíu. Ógeðslega heitt. Þannig að, og við erum með til dæmis, við getum rakið sögu okkar aftur til byrjun landnám, skilur. Ég á einhvern frænda frá því að árið 1000. Skilur. En svo er til dæmis eins og píraættbálkurinn er ekki með tölur og er ekki með fortíð eða framtíð og ekki með liti og eitthvað svona í tungumálinu og það er út í að þau breknir komast af án þess að þurfa að hafa nokkra sögu, þau fara bara út í skó og þau bjarga sér, þetta er bara reddast allir, nei það er ekki málið við það, en ég meina þau pæla bara ekkert í hvort eitthvað reddist ekki, það er bara að þau bjarga sér þannig, í skóginum, Amazon skóginum. Þannig að þess vegna er þessi orð ekki til í þeirra tungumáli. Þau þurfi ekki 112 orðum vind eða tölunar þegar þau bara græða þetta, skilur. Aðana, menningarkimi er sem sagt þegar við erum með menningarsvæði og svo er hópur í þessu svæði sem er með svona sérmenningu innan annarra menningar. Og það er til dæmis svo því að gúnar er það ekki ungir kallar og konur, allan kallar sem er með sér hárstíl og eru þögs og eitthvað svona og eru rosalega krimmar og samt einhverju rík krakka kveikindi sem einhverju norrænu velferðarþjóðfélagi sem eru svo mikil gangsta en allan eigi skilur það er þeirra menningar kimi með larpara með menningarkemi og með ólíkar svona hópa sko. Þannig að kemi þýðir bara eitthvað svona svæði innan stærra svæðis það kemi einhverju herbergi eitthvað út í horni þetta er bara svona svæði sko. Allana hnattvæðing er þegar heimurinn er að minnka í þessu skilningi út í að við erum orðin svo samtengt öllum heiminum. Ég gæti, verið þess vegna núna ekstar í Belgíu að kenna ykkur fjarnám, skilur. Þannig að þið vita ekkert hvar ég er actually núna, sko. Það skiptir ekki máli. Þannig að þetta vissi kostir út í að blandar svona menningu saman og við höfum alls konar menningu og hver horfir á bara íslenskt fjölmiðlefni? Er allir bara að horfa á eitthvað svona íslenskar YouTube-brásir eða TikTok eða whatever
þú veist, er einhver íslensku fjölmiðl. Þannig að við blöndumst öll saman og við erum háð hvort öðru. Það er ekki eins og við höfum fundið upp í einhverja vélar eða við erum ekki með neitt bensín eða neitt drastlana. Allt sem við eigum frá einhverju öðru landi, skilur. Þannig að það er alveg kostir, þannig að við erum svona fjölmenningarleg og svona getum díla við hnattræna vandamál út af að við erum mjög sóðalegar verur hérna mannfólkið, sko. Þannig að það hérna góða við þessa menningu að við hnattvæðingur og að það er fleiri að hugsa saman og tala saman og þróast, sko, uppfinningar og annað gott, sko. En svo verður fólk svolítið viðkvæmt út í að menningar svo mikilvæg hluti af sjálfsmynd fólks og það vill vera sérstakt og svona, þannig að það heldur í það að vera hérna með sína menningu og líkar ekki allar þessar fjölmenningu og öðruvísi og eitthvað, ég er vanaverur og róþægilegt og svona, fólk verður svona, þú veist, þjóðernis sinnað, sko, og reyna að halda í sitt, sko. Ekki ég, persónulega, en þú veist, no judge, þið gerir ykkar, sko. Menningarnám er til dæmis þegar einhver er svona, mér finnst aðstæðanlegt að tala að stela menningu, þú veist, út í að menning er bara tól til þess að komast af, skilur, okkur má ég ekki nota menningu hver sem skilur, ég að nota hugmyndir frá einhverjum öðrum, það er ekkert nýtt undir sólinni, skilur, eiga Indverjar að hætta að nota chili pepper út í að hann kemur frá Suður-Ameríku, má ég ekki nota gallabuxur út af eitthvað belgi gerði það og svo framvegis, þú veist, Japanar að láta KFC vera út í að þetta er matur fátækra hvítra manna, Bandaríkjamanna, skilur, þetta er þú veist, þetta er tól til þess að komast það og menning á að breytast og á að vera sveigjanleg og hún á að nýtast hverjum sem og svona, en við þurfum að vera líka kurteis, skilur við, þannig að ég get ekki tekið eitthvað og svona þóst hafa fundið það upp og fara að selja dýrar, svo Kendall Jenner sem með eitthvað svona fatalínu sem frá eitthvað svona þungaroksljósetin sem að hún átti sér ekkert, sko, inni, sko. Þannig að við þurfum að sýna kurteisi, þannig að, þú veist, vertu meðvitaður hvaðan þú hefur menninguna sem þú hefur og reynda að vera næs við aðra, sko. Þannig að ég ætla ekki að þykjast á að fundu upp chilipiparinn eða þú veist, fundu upp allt sem að ég hef gert, sko. Staða og hlutverk að lokum. Og þegar þú veist, innan þessari menningar þá þurfum við að vera með ólík hlutverk og svona að gera ólíka hluti. Og þegar við erum með í flóknu samfélagi sem að þarf að hafa alls konar, þú veist. Og þetta getur, sko, staðan getur verið áskipuð eða áunnin, sem sagt. Ég fæddist sem sonur, sem faðir og eitthvað svona. Nei, ég fæddist ekki sem faðir. Ég fæddist sem sonur, það er áskipustaða. Og ég er með tippi, þannig að ég er skilgreindur sem kall, skilur. Og ég sem sagt ég er áunnið faðir og kennar. Ég bjóða til, skilur. Og ég þurfti að hafa mikið fyrir að vera kennari, takk fyrir. Þannig að en svo er þess hlutverk að hvernig þú beitir sem sem í þessari stöðu. Þú veist, á ég að fara á lifið ofverkni og vera kannski aðeins rólegri í vídeónum eða á ég bara fuck it, bara vera eins og nefndir við erum öll bara svolítið ruglið. Þannig að það er sem sagt hvernig ég beiti mér sem kennari, sko. Allara, þetta er sem sagt munurinn á stöðu og hlutverki og þetta var markmið menningar og svona, það er ekkert fætt hjá okkur. Allara, svo fer ég að tala þriðja kafla næst og það er mjög juicy kafli. En við sjáumst síðar.